Sælveriði, velkomin í flugusmiðina, Ívar hér. Í kvöld ætlum við að nýta flugu sem heitir bara Buzzer eða sem að Jón heitinn Sigurðsson allavega kallaði Buzzer og þetta er mjög einfaldur Buzzer. Ég er nú ekki að vissum hvort allir myndu fallast á það að þetta væri kallað Buzzer eins og Buzzer er skilgreindur í dag, en þetta er yfir 20 ára gömul fluga og ég ætla að nýta hana fyrir ykkur og sýna ykkur hvernig Jón nýtt hana og hún svínvirkar. Við notum Uni 8.0 svartan og við erum að nota í þetta erum við að nota í sem sé krók og í þetta í þessi krókin þá erum við með Arex F2-vaff 560 nr. 12. Þetta er sem sé traditional nymph heita þessir krókar. Og eins og ég sagði, þetta er alveg super einföld fluga. Byrjum að festa tvinnan hérna niður. Og svo tökum við sem sé svart árugarn. Tökum 2 þætti og því þetta er svona einhvers konar, það glansar ekkert neginn á þetta, fann þetta, haka upp. Og festum 2 þætti af því hérna niður. Hingað. Aftur hérna aftur á bak og svo stoppum við með tvinnan cirka hér. Klippum af það sem er auka. Því næst vefjum við þessu hérna, það er að segja árugarninu fram. Og þið sjáu þá myndar þetta, formar þetta svona búk á fluguna. En eins og ég sagði, þessi fluga er alveg barnalega einföld, en hún fiskar þeim meira. Jón kallaði þetta aldrei annað en bara Buzzer. Þannig við getum bara skýrt þetta til honum. Einhvers staðar sá ég vídeo núna fyrir svona rúmu ári með eiginlega flugu sem er eiginlega alveg eins. Og hún hét bara number 1 Buzzer. Þannig við tökum næst 3 fanir af páfugli og strjúkum þar svona, þannig strjúkum fanirna aðeins tilbaka. Þetta verður eins og busti. Því næst klippum við og styttum hérna stilkin hérna og vefjum festum hérna niður. Þannig að það kemur loðkragi á þessu flugu og hann kemur bara hér. Fyrir framan búkinn, vefst svona niður, klár cirka hérna. Og klippum þetta af. Þetta peacock eða þessar páfuglsfanir er ég að nota. Þetta er sem sé bóki sem ég á. Gamallega þetta er sem sé Vineyard peacock hörl eða páfuglsfanir, hvað þetta ég með vilja kalla þetta. Þá er flugan bara eiginlega klár. Þá er ekkert annað að gera nema bara að búa til hausa á hana hérna og hann þarf ekki að vera of stór. Það er fínt svo sem að nýta þetta líka á þynnri króka, jafnvel þurrflugu króka. En Jón allavega vildi meina að það mætti ekki vera of þykkur vír í krókunum sem væri notaðir í þessa fluga. En þá er Buzzerinn hans Jóns komin hérna. Ég sé alveg óhætt að eigna Jóni nafnið á þessu vegna þess að, þegar ég kalli þetta Jón Sigurðsson Buzzer eða slíkt vegna þess að hann kom með þessa flugu fyrir yfir 20 árum. Og ég hef ekki heyrt þetta kallað number 1 Buzzer fyrir en bara núna, síðast ári í einhverju vídeói sem ég fann á YouTube. En þá er ekkert annað að gera þetta nema bara að lakka þetta og ég er að nota sem sé Solaris Bone Dry sem er UV-flakk. Lökkum það hérna ofan í, passa að loka ekki gatinu, það er að segja að blind ekki augað á önglunum. Solarisinn er sem sé svona.
sendur á þessu bone dry, þetta alveg stórskemmtilegt efni. Svo bara að sapna þetta með ljósinu, 10-15 sekúndur, þetta er ekki þykkara heldur en það. Og þá bössurinn hans Jóns bara klár, og þið sjáu hvað þetta kemur ekkert illa út, það glansar á búkinn og flugunni út af þessu glansárrugarnir sem við erum með hérna. Og trúið mér, þessi fluga svínvirkar. Þannig að ég þakka ykkur bara kærlega fyrir áhorfið, þið munið eftir að setja like á vídeóið, deila rásinni og gerast áskrifundur og íta á bjölluna, mjög mikilvægt. Þá fáið þið sem sé uppfærslur yfir öll vídeó sem við setjum inn og það er nóg framöndan, kemur nóg fram á vor. 2 á viku að minnsta kosti. Þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og við sjáumst hress og kát í næsta vídeói.